Komiði sæl, ég heiti Þorgerður Einarsdóttir og ég er prófessor í kynjafræði við Háskóla Íslands og ég ætla að kynna fyrir ykkur meistarnám í kynjafræði. Nú, örlítil saga hérna. Kynjafræðin hún byrjaði 1996 sem aukagrein á grunnstigi háskólanáms. 10 árum seinna, tæplega, var byrjað með meistarnám og doktorsnám og í dag þá eru 2 fastir kennarar, 2 nýdoktorar, þannig að við höfum vaxið gríðarlega mikið á þessum tíma. Við höfum útskrifað nálægt 50 manns með meistaragráðu og 7 með doktorsgráðu og kynjafræði færist mjög mikið í vöxt í framhaldsskólum. Það eru mjög margir framhaldsskólar komnir með ýmist valnámskeið eða skyldunámskeið í kynjafræði. Svo við segjum að kynjafræði sé komin til að vera. Nú, kyn er grundvallarstæði í tilverunni, rétt eins og margar aðrar svokallaðar mismunabreytur á borð við kynhneigð, kynvitund, uppruna, aldur, stétt, fötlun og margt fleira. Og við fáum oft spurninguna til hvers að fólk að vera að læra þetta og ástunda þessi fræði. Og þá segjum við að það er fyrir þekkingarmiðlun og þekkingarsköpun í sjálfu sér. Það er mjög mikilvægt bara að skapa þekkingu á þessum þáttum tilverunar og miðla þeim. Það er líka mjög mikilvægt að renna stoðum undir jafnréttisstarf í landinu. Það er þannig að okkar opinbera regluverk, það setur okkur alls konar kröfur og skilyrði, þannig að við eigum að gæta að jafnrétti á margvíslegum sviðum, ríkisvaldsins, í atvinnulífi, innan sveitarfélaga, skólakerfis, menningu, fjölmiðla og allt hvaðina. Það er mjög víðtæk jafnréttislöggjöf sem setur okkur alls konar skyldur á herðar. Og svo er þetta bara mjög skemmtilegt fyrir öll þau sem að vilja vinna að réttlæti og jafnrétti og lýðræðislegri þáttöku allra í samfélaginu. Uppbygging og skipulag á náminu er þannig að þetta er 120 eininga nám. Það er fullt nám í 2 ár eða hlutanám á lengri tíma ef fólk kýs það frekar. Nú, námið það er þverfræðilegt, svo kynjafræðin er mjög þverfræðileg. Hún snertir flestar ef ekki allar aðrar fræðigreinar. Námið er mjög fjölbreytt, að bæði námskeið innan kynjafræðina sjálfrar og fjöldin allur af námskeiðum annar staðar og það er mjög mikið val sem ekki að hérna rétt bráðum. Nú, við erum bæði með staðnám og fjarnám. Kynjafræðin hefur rekið fjarnám alveg frá byrjun í meira en 20 ár og það var dálítið svona með lýðræðis sjónamið að leiðarljósi. Þess að það er fullt af fólki sem býr út á landi og kemst ekki í Háskóla Íslands til að stunda nám. Það er fólk sem á ekki heimangengt af einhverjum ástæðum. Það er með börn eða það stríðir við fötlun af einhverju tagi eða eitthvað álíka. Og við verum með nemendur í útlöndum líka. Nú, námið er hægt að stunda með starfi vegna þess að fjarnámi gerir það að verkum að við tökum heilmikið upp. Við erum með sem við kalla vendikennslu. Nú, það er fræðilegt og hagnýtt. Margir koma til okkar af vinnumarkaði og við erum með sífellt fleiri námskeið sem við kennum á ensku. Þannig að við blöndum því oft svolítið saman. Nemendum sem hafa íslenska móðumáli og þau sem koma hér sem skiptinemar eða hafa önnur tungumál á móðumáli. Nú, inntökuskilyrðin, það er bara frekar einfalt eins og við annað nám í Háskóla Íslands. Það er grunnpróf, það er BA, B1 eða BS-próf eða sambærilegt með fyrstu einkunn. Og það er ekki nauðsynlegt að hafa kynjafræði sem aukagrein í grunnnámi. Það sem að gerist er bara að námið er þá aðeins öðruvísi uppbyggt. Þannig að þau sem ekki hafa grunn, þau fá hann í þessu framhaldsnámi. Og svo höfum við diplómu í hagnýtri jafnréttisfræði sem er mjög hagnýtt og mjög vinsælt að taka. Nú, innihald námsins, eins og ég vék stuttlega hérna áðan, það er sem sagt skyldunámskeið sem eru kennd innan kynjafræðina sjálfrar og það er inngangs- og kenninganámskeið og það eru aðferðafræðinámskeið eins og í öllum greinum og þau eru valin með hliðsjón af lokaverkefni. Þannig að við sníðum þau dálítið að því sem að fólk mun
mun gera í lokaverkefni sínu. Svo höfum við þetta námskeið sem heitir hagnýting jafnréttisfræða sem er mjög hagnýtt og þar æfum við okkur notum verkfæri kynjafræðinar til að fást við raunveruleg verkefni og erum í samstarfi þar við fjölmarga aðila, ríki og sveitafélög og háskólan sjálfan og stofnanir og fyrirtæki út í atvinnulífinu. Nú svo er valnámskeiðum sem ég sagði áðan, gríðarlega mörg valnámskeið í öðrum greinum og öðrum sviðum. Við höfum starfsnám sem er val, sem er mjög hagnýtt líka og svo er lokaverkefni 40 til 60 einingar. Þannig að það er val það fer eftir því hvað fólk tekur margar einingar í lesnámskeiðum. Það gefa hér nokkuð dæmi lokaverkefni til að sýna aðeins inn í breiddina. Þarna sjáum við að það verið gerð lokaverkefni baráttu rauðsokka fyrir þungunarrofi sem reynda hét fóstureyðinga þá, atvinnusköpun í dreifbýli frá kynjasjónarmiði, nauðgunardómar í Hæstarétti, samfélagsábyrgð út í atvinnulífinu, lífsögur homma, upplifun transfólks af heilbrigðisþjónustu, intersex, af erlendum uppruna og jafnrétti og ofbeldissambönd þeirra, kynlífsmenningu af erlendum uppruna og jafnrétti og ofbeldissambönd þeirra, kynlífsmenningu framhaldsskólanema, hugmyndir presta kyngervi og kynkrists, kallar og klámneysla og kallmennsku hugmyndir og kallar og viðhorf til jafnréttis. Þannig að þetta sýnir svolítið margbreytileikann í því sem við erum að fást við. Tækifæri að námu loknur mjög margvísleg. Það ber helst að nefna kannski kennslu og fræðslustörf, alls konar fjölmiðlunarstörf og upplýsingastörf, sérfræðistörf á margvíslegum vettvangi, starfsmannastjórnun, jafnréttisráðgjafar, það er þetta nú eiginlega skylda myndi ég segja, hagsmunasamtök og frjáls félagasamtök af ýmsu tagi, alþjóðasamtök, þróunarsamvinna. Nú svo mætti kannski nefna pólitík, það er fullt af starfandi pólitíkusum sem hafa tekið kynjafræði námskeið og jafnvel gráður. Spurningar sem við höfum fengið í gegnum árin eru eitthvað á borðið þetta. Er kynjafræðin vísindi? Þetta er ekki bara eitthvað snakk. Og kynjafræðin er auðvitað vísindi í sama skilningi og aðrar fræðigreinar, önnur fræðasvið. Notast við svipaða aðferðafræði en hún er krítísk að því leyti að hún tekur valdatengsl ekki sem gefin, heldur rýnur hún í þau og gagnrýnir. Nú við fáum oft spurninguna að fara strákar í kynjafræði, aldeilis gera þeir það. Það er svona það bil nálægt 10% af okkar útskrifuðu MA-nemum sem eru strákar og svo þetta bara öll kyn. Við höfum fólk í kynjafræði sem er kynsegin og við höfum transfólk og fólk af öllum kynjum. Nú kynjafræðin fjallar auðvitað ekki bara konur eins og ég nefndi áðan. Við segjum stundum að við séum ástunda kynja- og fjölbreytileika fræði. Vegna þess að við erum að fjalla fjölbreytileika alls mannlífsins. Og einhver sagði einhver tímann að kynjabreytan væri svolítið eins og lykill að margbreytileikanum. Þegar maður er búin að uppgötva kynjavítina að þá er auðveldar að sjá allar hinar mismunabreyturnar sem ég nefndi áðan. Stétt og uppruni og fötlun og kynhneigð og kynvitund og annað slíkt. Nú er kynjafræði kannski bara pólitík. Nei, aldeilis ekki, ekkert frekar en aðra greinar, en hún á auðvitað að hafa einhverja pólitíska skírskotun eða tilvísun, alveg eins og fjölmargar greinar. Við kennum fullt af greinum sem við viljum að þekking og vísindi liggi til grundvallar til dæmis opinberri stefnumótun og hvað við erum að gera. Ekki viljum við vaða út í barnavernd án þess að vita eitthvað grunninn, hvað er að gerast út í samfélaginu. Og það sama á við kynjafræði. Nú við segjum stundum til að draga þetta saman að skoða verölduna frá sjónarmiði kynja og margbreytileika er eins og horfa á heiminn í lit eftir að hafa bara síðan í sauðalitunum með fullri virðingu auðvitað fyrir okkar fallegu sauðalitum íslensku sauðkyndarinnar. Nú að lokum, hvernig sæki það er sótt á hi.is, það er miðlag gátt, umsóknarfrestirnir eru þessir, framhaldsnámi 15. apríl og grunn- og diplómanám 5. júní. Kæra þakkir fyrir þetta.